Hér erum við komið með alveg splunkunýjan Renault sem var að koma í umboðið. Renault Arcana. Bensín, rafmagn, hybrid, blendingur, þú stingur honum ekki í samband, hann hleður með og ert að aka bílnum. Hérna erum við með 1600 vél sem gefur 145 hestöfl og togar svipað. Og það er bara ansi gott að aka þessum bíl, það er nægt afl. Hann er fullur á alls konar þægindum eins og Renault er von og vísa og hann er ákaflega hljóðlátur. Gaman svona til tilbreytingar frá því fyrri reynsluöxtrum núna undanfarið að sjá vél í bílnum. Maður hefur ekki séð það lengi. Það er ekki vegi að skoða svona nýjan og flottan Renault Arcana á 60. aldursári Renault 4. En í tilefni af því að hann er 60 þá eru menn að smíða gríðarlega flottan rafbíl sem við fjölluðum fyrir skömmu. Svona 5-6 fréttum hérna frá. Þetta að lesa hana, hún er mjög skemmtileg. En þessi bíl er með allt aðrar og mýkri línur heldur en til dæmis Renault 4. Hérna erum við komin í þessa ávölu línu sem gefur svona fastback look á bílinn og taka eftir því að það verður svona meira skottpláss í svona bíl, það verður lengra. Og þetta er kannski ekkit ólíkt hérna bíl sem við vorum að prófa daginn, Mustang Mach-E. Og fleiri bílum sem á markaðnum. Það er að koma svolítið þessi lína. Þessi bíl er kallaður SUV eða crossover sem við höfum verið að kalla hérna á Íslandi eitthvað svona lingur, jepplingur eða sportjeppi. Ég ætla að leyfa mér að kalla þetta framdrifinn strjálbýlis ferðabíl. Hann getur líka verið snattari, hann er líka góður fjölskyldubíl og flottur í sunnudagsbíltúrana með fullan bílabönnum, að kaupa ís. Hann er rosalega góður örugglega í ferðalög því hann tekur mikið af farangri og hann er mjög þægilegur í akstri. Hann er með 20,8 cm lægsta punkt og frágangurinn hérna að framan og aftan undir bílnum er alveg sérstaklega flottur. Hann er mjög vel, hvað maður segja, bólstraður undir báðum megin hérna, þannig að nánast sléttur undir bara eins og rafmagnsbíl. Þó allt hérna drifdótið og þetta sé allt þarna undir. Farangursgeymslan er tæpir 500 lítrar, 480 minnir mig. Hún er stækkanleg með því að fella niður sætin, þau eru 40-60 niðurfellanleg og þá er þetta að fara upp í tæpa 1300 lítra, þannig að það er alveg gríðarlegt pláss hérna í þessum bíl. Fyrir utan það að hér undir er þetta að geyma ansi mikið, þetta er svona grunngeymsla hérna, svona cirka 15-20 cm, en það er svo kosturinn er sá að þú leggur beint frá þér inn í bílinn og rennir því svona inn, sem er alveg gríðarlega þægilegt þegar maður er að koma úr bónus og lyftir pókuna, þá þarf maður ekki að lyfta þeim ofan í, heldur bara hérna upp á og rennir þessu svo inn. Það er síðan svona handtang hérna til þess að loka, það er ekki rafdrifinn skottfæri sem að mér finnst ekki skipta neinu sérstöku máli, það er náttúrulega þægilegt og loka maður bara. Aðeins að kíkja á plássið hérna aftur í. Sætið er í þeirri stöðu sem að ég stóð upp úr því áðan. Það er alveg ágætis pláss hérna. Sætin koma svolítið inn hérna, þannig að fæturnir passa alveg svona. Ég sit svona aftur í, þannig að bara svo þið vitið það sko. Ég get ekki haft fæturnar svona, af því ég er með smá bumbu hérna og hún þrýstist þá meira fram. Hér er alveg yfir pláss. Hérna erum við með svona armbúða og hérna getum við sett drykki og þetta er alveg nógu djúpt til þess að halda drykkjónum kjurum meðan að vera að keyra. Hér eru Isofix festingar, allan hringinn, USB-A tengi hérna og 12 V tengi hérna líka. Það er bakki fyrir fæturnar hérna og þetta er ekki hátt, hérna þessi stokkur. Hér fer vel 4 fullorðna í þessum bíl, hérna frammi og hér aftur í 2 fullvaxna einstaklinga, alveg pottþétt. Færi vel 3 börn. Og það er gott að sitja í þessum sætum, þau halda bara prýðilega við. Mér líður bara vel hérna aftur í. Mér langar ekkert að fara hérna út. Það er eitt hins vegar sem að ég kannski leyfi mér að finna að. Það er ekki bara atriði sem að er varðandi þennan bíl sem við sitjum í nú, heldur fleiri franska bíla, eins og til dæmis Peugeotin og Citroenin. Að það er þetta slútt hérna á toppnum hérna, niður. Það gerir það að verkum að maður er með hausinn svolítið hérna í þessu. Þannig að þegar maður fer út úr bílnum, þá þarf maður að passa sig og beygja sig aðeins hérna undir. Þetta er óþarfi. Það er ekki að ramma mann inn í bílinn, maður bara sest inn í hann. Það er svona hátæknihljóð. Þessi RS-Line bíl, hann er með Bose hljóðkerfi og hann kemur leðursætum og rafdrifnu ökumannsæti og svona aðeins meira á svona fíneri.
En samt allt í þessum intense bíl sem að ég tel þurfa að vera í svona góðum fólksbíl. Nú, ég bara að keyra á rafmagninu og þeir segja að maður geti keyrt nánast 80% af öllu sem maður rekur á rafmagninu einu saman. Ég verð að segja eins og að þessi bíl er svona hljóðlátur með eindæmum. Það heyrist ekkert í þessu. Og þegar að vélinn tekur inn í, ef maður gefur inn eitthvað svona aðeins, þá eiginlega finnur maður það varla. Hann er mjög hljóðlátur og fer vel með mann þessi bíl. Hann er tiltölulega mjúkur, það er hægt að stilla bílinn á eins og þú vilt keyra hann. Það er svokallaða MySense, þar sem þú getur sett inn stillingar á stýri, lýsingu, hvort að vélinn er snögg eða hæg eða eco eða eitthvað slíkt. Nú erum við með bílinn í MySense stillingu. Núna eins og hún þá er stýrið bara í svokallaðri regular stillingu og vélinn í regular. Síðan er ljósastillingin, hún getur verið á milljón vegu með alls konar litum og fínir í. Svo er hægt að setja bílinn í svokallaða eco-stillingu. Þá bara breytir vinurinn lit alveg, þú veist, það kemur bara sólalag hérna og fínir í. Þetta fer hann svo vel með umhverfið. MySense er stilling þar sem þú getur raðað sjálfur saman eða þið getur raðað sjálf saman hvernig vélinn hvort hún í sportstillingu, eco eða stýrið er sport eða regular eða fjöðrunin er ágætt. Ég veist að séu dekkin og felgurnar sem gera hann pínu hastan. Þennan bíl sem við erum að keyra hérna, en hann á splunkunni í vetrardekkjum þessi bíl. Ég ætla að setja hann í sportstillinguna, þá verður stýrið aðeins svona stífara og það kemur svona wild look á skjáin hérna. Svo allt fullt af hraðahindrum hérna og hraðamælingu, þannig að það ekkert hægt að gefa í hérna. En hann verður allur svona stinnar í sportstillingunni. Hann stýrir mjög vel, hann fylgir alveg, hann er mjög nákvæmur í stýrinu þessi bíl og það er mjög auðvelt að keyra hann. Og það getur verið, auðvitað hann hærra á vegi þessi bíl og þetta ekki rafmagnsbíl, þannig að þú finnur aðeins fyrir því bíllinn hreyfist pínulítið með svona eins og smá bodyroll. En það ekkert þess að kvart yfir, því að þetta í venjulegu bíl, ekki með 600-700 kg rafhlöðu alveg neðst í skroknum á sér, þannig að hreyfingarnar eru öðruvísi og það rosa gott að keyra hana bíl. Þú ert algjörlega afslappaður og þú horfir einhvern veginn mjög vel yfir, framrúðan pínu flöt, sjónlínan mjög fín. Eina sem ég finn að mér finnst að vera hastur á þessum dekki, þetta eru svona lakkrísdekk, pínu svona low profile, en ég hugsa að það sé málið, því að fjöðrunin í honum er fín, algjörlega mjög stinn og góð fjöðrun. Og ég held að sé hljóta að vera mjög gott að aka þessum bíl út á vegi. Já, finnið það. Nú gefum við örlítið í og það alveg nægt afl hérna. Það nægt afl alveg, hann ekkert sérlega snöggur upp, en það þetta fjölskyldubíl, fjölskyldubíl framdrifinn. Þú þarft ekki að komast í 90 km hraða hérna á 3,4 eða innan við 6 sekúndur. Það þarf ekki. Þetta bara þægilegur bíl fyrir familíuna og hentar í allt. Hann hentar í ferðalagið, hann hentar í borgaraksturinn, hann hentar í bíltúrana og til lengri að skemmri ferðar. Við tala nú ekki það að eyðslan á þessum bíl, hún undir 5 lítrum ef út í það farið. Þá við erum að tala í kringu 5 lítra með að við svona blandaðan akstur. Þannig að það nú ekki mikil eyðsla á svona bíl, svona stórum bíl. Það verður að segjast þessu að hér gott að sitja, það nægt pláss hérna fram í. Það fínt fótapláss hérna, maður situr hátt í honum, maður sest ekki ofan í bíl, maður sest inn í hann og þessi bíl fullur af búnaði og það alls konar ökumanns aðstoð sem í þessum bíl eins og það akreinavari, það akreina-stýring líka, skínvættur hraðastillir og meira segja þegar maður ekur bílinn þá sér maður hérna í raun og veru sekúndufjöldan sem tekur mann að fara aftan á næsta bíl, þannig að
það eru fínar upplýsingar út af fyrir sig. Það eru gardínu loftbúðar, það eru aftengilegu loftbúði hérna í farþegasætinu. Það er svona hliðar árekstravörn, það eru fjarlægðaskynjarar, það er neyðarhemlun. Það er bara allt í þessum bíl sem þarf að vera og er í dag í þessum flottari útgáfum. Og það sem er skemmtilegt við þennan bíl líka er að hér eru sem sagt actual takkar sem að maður getur hérna notað í aksturum. Ég veist að skipta mjög miklu máli að geta farið í takkana í staðinn fyrir að þurfa alltaf að fara í skjáinn og snerta eitthvað og kannski snerta eitthvað sem maður ætlar ekki að koma við. Og svo er miðstöðin hérna í svona snúningstökkum. Það er afar gott, þægilegt að eiga við. Og hérna er airconditioning í takka. Þessi hérna það sem að tekur loftið innan úr bílnum, það er líka í takka. Og svo eru hitastillingarnar hérna líka í þessu snúningstakka. Hér eru 2 USB-A og það er AUX inn hérna og 12 volta. Hann leggur í stæði þessi bíl fyrir þig. Það er meira svo hægt að kalla á hann og hann kemur heim ef hann er út að leika sér. Nei, það er nú kannski full mikið sagt. Það er hins vegar styttist í það. Þú getur kallað á bíliðinn með appinu og hann komi og sæki þig til dæmis á planið í Kringlunni. Final verdict, hann er frábær. Meira á þér.